Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl og blessuð. Ég hef nokkuð sinnum staðið fyrir umræðu hér við Rauðaborðið á samstöðinni áfengismál, vímuefnamál, forvarnir og hvort við erum að ganga til góðs. Fyrir nokkrum árum þá áttaði ég mig á því að eldri borgarar voru margir hverjir farnir að deyfa sjálfa sig með áfengi. Voru einmana og afskekktir, við sinnum ekki eldri borgurum sem skyldi. Og það var kannski má segja að það verið blásið til dálítils átaks þau mál, ekki veit ég hvort það skilaði miklu en við erum núna meðvituð vanda eldri borgara einmanaleika og áfengisneyslu þeirra og ættum að vera vakandi hvert yfir öðru. Núna allra síðustu misserin þá hefur kannski fókusinn þegar kemur að því sem varasamt hvað varðar áfengi svona færst niður í yngri hópana og jafnvel alla leið niður í börn. Og eitt af því sem að þið þekkið sannlega vel, það umræða íþróttir, börn og áfengi. Við heyrðum í nýjum forseta ISI sem áður var ráðherra, honum Willum, framsóknarmanni. Við heyrðum í honum í Kastljósi daginn þar sem að hann í rauninni setti sig ekki gegn því að áfengi væri selt á íþróttaviðburðum þótt börn væru þar viðstödd og sumir fannst það ekki nógu góð skilaboð frá hreyfingu íþróttamanna þar sem áður fyrir var nú svona predikað að bindindi og reglusemi væri lykillinn að árangri, heilbrigð sál í hraustum líkama sögðu þau í ungmennafélögunum. Og svo rak ég augun í frétt í Mogganum þar sem sagði að sala á áfengi á íþróttakappleikjum hefði nú bara ekki valdið neinum vandræðum. Og það var náttúrulega haft eftir forráðamönnum íþróttafélagana frekar en einhverjum öðrum. Þetta hefur til þess ekki verið neitt vandamál, sagði Mogginn. Það er líka mjög strangt hjá okkur varðandi söluna að kaupendur þurfa að vera tvítugir. Svo kemur að tekjurnar af áfengisölu hjá íþróttafélögum, þær eru orðnar meiri en sem nemur miðasölu á leikina. Og það skildi nú ekki síst vera þar sem hundurinn liggur grafinn. Og mér finnst þetta ekki í lagi. Og það eru mjög margir í kringum mig sem segja að þeim finnst þetta ekki í lagi. Hvernig umhverfi barnanna okkar gegnum sósað af áfengi. Og ég hef fengið hér Árna Guðmundsson, forvarnafulltrúa, til þess að skiptast á skoðunum með mér þetta. Vertu velkomin, Árni. Takk fyrir kærlega. Takk. Ef við bara svona byrjum á því sem ég nefndi í inngangnum viðhorf nýs forseta ISI. Veldur það vonbrigðum? Ég eiginlega átta mig ekki alveg á því hvernig ég á túlka vegna þess að við sem erum að vinna í forvörnum, við áttum gríðarlega gott samstarf við þáverandi heilbrigðisráðherra sem var alveg afdráttarlaus gagnvart til dæmis réttindum barna og ungmenna og annað slíkt. Þannig að ég hallast nú á því að flokka þetta undir það að þetta sé ekki kannski raunveruleg hugmynd hans þetta mál. Því ég held að hann hefur alltaf talað að mikill ábyrgð gagnvart öllum þessum málum og sérstaklega áfengi og alls konar tengingum þess og áhrif þess hvernig samfélag þarf að bregðast við þessu öll saman. Þannig ég vona nú að þetta sé einhvers konar bara ummæli sem hafa verið ónákvæm. Þannig að sogast kannski inn í þrýstingsskúlagi, það er nú ekkert auðvelt að vera kljást við alla íþróttarhreyfinguna sem orðin svo háð í rauninni áfengisölu. Já, sko það hugsanlega gæti að vera, sko ég verð alveg að segja það ég átta mig ekki alveg á því þetta svona dálítið út úr karakter í raunverulega því nú stóð hann sig einstaklega vel sem heilbrigðisráðherra. Einna bara betri heilbrigðisráðherrum síðari áratuga sennilega og var með mikið í prjónunum og mikið og gott samstarf við okkur sem erum með forvörnum. Þannig að ég hallast nú að því sko en ég sé það að íþróttahreyfingin alveg búin að sko þessar hópíþróttir, handboltinn, fótboltinn, körfuboltinn þeir hafa mist sjónar af markmiðum íþróttahreyfinganna algjörlega vegna þess að
Já, sko, það í mínum huga, sko, algjörlega óhugsandi, sko, íþróttir og áfengi fara engan veginn saman og íþróttir auðvitað líður í lýðheilsustefnu, uppeldismálum og alls konar góður hlutir í íþróttarhreyfingunni. Þannig að áfengi og áfengisiðnaðurinn, hann breyta sem má ekki koma nálægt þessu og ég bara verða að segja að það bara alveg satt og sko að ég bara skil þetta ekki. Þetta fólk sem algjörlega viti borðamanneskjur að segja svo. Allt samstarf, öll kostun og vegum aðila eins og áfengisbransans auðvitað tóbaksbransans og nikótínbransans með öllu óviðeigandi. Enda finnum við það út í samfélaginu og ég og eins og þú sagðir hér inngangi, maður finnur það þetta fólki misbýður þetta allt saman. Já, það örugglega ekki tilviljun að það í boltagreinunum sem má greina aðra menningu, meiri tolerans gagnvart áfengisneyslu með að vilja dæmis ef krakki minn væri að æfa frjálsæri íþróttir eða eitthvað svoleiðis. Það sennilega tengt því að rekstur íþróttadeildana þegar kemur á boltaíþróttunum náttúrulega rándýr. Það eru keyptir leikmenn vinstri hægri og hérna þetta rosalegu rekstur, þetta svona hálfa atvinnumennska held ég hjá mörgum félögum og við erum einhvern veginn komin á þann stað að íþróttafélögin bara sjá ekki fyrir sér að þau geti verið samkeppnishæf. Það kemur að þessari samkeppni við önnur íþróttafélög öðruvísi en að selja brennivín fyrir brjálæðislegar fjárhæðir á hverju ári. Já, og þetta náttúrulega sko, þetta alveg einstaklega sérstakt vegna þess að sjálfur hef ég reynslu af, sko, ég F-fangur og það getur stundu verið eins og maður sér á peysunni. Já, getur verið flókið F-fangur en ég detti ekki í það út af raunum mínum hjá mínum á vellinum og allt þetta. En ef við tökum til þess að ég var mikið að vinna í kringu kvennaboltan og það alveg rétt að það kostar auðvitað peninga að reka íþróttafélög. Á móti kemur það að ef við tökum bara Hafnarfjarðarbæ, hann hefur lagt kannski svona 8 til 10.000 milljónir í íþróttamannvirki í Hafnarfirði til að byggja upp alvöru æskulýðs og íþrótta og uppeldisstarf og þá fylgja því skyldur sko og þegar þetta komið út í alls konar fjármögnun og ég þekki það auðvitað og ég veit að til dæmis á sínum tíma var kvennaboltinn í Hafnarfirði, hann var með ágætis samning við Sælgætisframleiðandi í nágrenninu sem studdi kvennaboltann með ráð og dáð og það má auðvitað segja það sko að einhvers staðar verða peningar að koma en það er ákveðin mörk fyrir því hvar að sækja peningana. Áfengisbransinn hann eyðir milljórum í það að normalisera áfengisneyslu og áfengisneyslu í kvikmyndum, áfengisneysla hjá áhrifavöldum miklu meiri heldur en áfengisneysla almennt og það gert í því skyni að normalisera áfengisneyslu. Síðan fyrir svona 2-3 ára þá fyrir þetta allt í einu aukast hjá íþróttafélögum, þá allt í einu byrjað að sjá áfengi á vellinum og að því þú varst nú að segja að það hefði verið haft eftir í Morgunblaðinu og það var þetta gengi allt saman mjög vel. Ég fer mikið á knattspyrnuleiki og ég fór hér út fyrir Stórhafnarsvæðinu daginn á mánudagskvöldi að horfa á kappleiki í knattspyrnu og þá var þar tiltölulega áberandi áfengisdrykkja og þar á meðal voru miðaldra par sem var sem sagt alveg dauðadrukkið og þannig var börn og unglingar og þetta var ákaflega undarlegt allt saman og það virðist bara vera bein aðgangur á barinn sem sennilega ekki leyfi fyrir vegna þess að þú mátt ekki alveg sem að íþróttafélag á í hlut það fylgja oft áfengisleyfi sölum fyrir veislur, lokaðar veislur og lokaðar viðburði. Ef ég með veitingahús á Laugaveginum þá má ég ekki servera út af veitingahúsinu þarna var greinilega að vera að bera og þá var ekki að taka eitt félag umfram hana þarna var að vera að bera kannski 6 einingar af hálfslítið bjórs í einhver sérstöku pakningu til að fara með upp í stúku. Það er ekki leyfi fyrir þessu, þetta er lögbrot og þetta er vissilega þannig að þetta er algjörlega, það eru svona karakterbreytingar í þessu. Og þetta er verið þannig að einhverju leyti að þá er þetta svona orðið svipað eins og ætlar að fara á vínveitingahús með börn sem að gera þetta öll í öfnu ekki. Þannig að íþróttahreyfingin hún hefur bara ríkar skyldur gagnvart þeim gríðalegu peningu sem samfélag situr í þér. Og í mínum huga þá þýðir ekki að vera með einhverja rosalega fína forvarnaáætlun og segja maður sé rosalega fín í því að ala upp börn og koma einhver gildi og svo bjóða þeim á vellinum kvöldi þar sem allt logandi áfengi og flæðandi áfengi og öllu sem því fylgir.
Nákvæmlega, mér finnst mjög gott hjá þér að draga fram að auðvitað verður sumt fólk of drukkið á íþróttaviðbrögðum líkt og á öðrum samkomum þar sem áfengi haft við hönd. Það hlægilegt að lesa í Mogganum haft eftir forsvarsmönnum íþróttafélaga að það komi aldrei neitt svona neikvætt upp. Það hlægilegt. Bara mjög undarlegt sko, það alltaf hagsmunir. En þess utan, bara þótt að komi ekki neitt upp, þá, ég var bara, ég ætla að taka eitt dæmi, ég nú valsari og ég fór síðast á Hlíðarenda þar sem að Vals konunnar okkar urðu Evrópumeistarar, bikar Evrópumeistarar eftir glæsilegan sigur gegn firnaðarsterku spænsku liði. Og ég taldi nú svo sem ekki hvort 3. eða 5. var með bjór, en þeir voru rosalega margir og þeir voru bara horfir í kringum þig inn á svona leikvangi inn í þessu íþróttahúsi, þá það er ekki bara búið að normalisera áfengisneyslu þar sem að börn og fullorðnir hlið við hlið, heldur bara það er búið að senda mjög sterk skilaboð. Ef þú vilt vera hipp og cool og til að horfa á íþróttir, þá færðu þér einn kaldan. Og svo fagnar fólk og bjórinn slettist yfir barnið og Já, það við getum bara ekki dæmi, núna var Karvan að klárast sem öllu mjög skemmtileg íþrótt og spennandi. Já. Það kemur myndaseríu í einhverju blaði þar sem að hingað til fyrirmyndir eru reykjandi vindla og drekkandi kampavín og fólk setti einhverja aðstæður eins og maður gæti séð í fertusamali sem komið vel í gang langt inn í nóttina. Það að segja einhver svona típiska stemmingu þar sem áfengi búið að taka öll völd. Og það er sama eins og að því að nú fórum maður í foreldrasamtökum gegn áfengissölsum, þá fáum við fullt ábendingu frá fólki. Og það er sama og var til dæmis með úrslitakeppnin í fyrra í körfunni að þá var orðið svo mikið almenn drykkja í salnum að það voru dæmið það að foreldrar sóttu börn sem þó voru hvatt af félaginu til þess að fara á leikinn og fengu ókeypis til að styðja sína menn. Og síðan var ókvæðisorð og alls konar framkoma í stúkunni sem var engum bjóðandi og ekki síst því fólki sem var þar. Að þá erum við komin út í eitthvað allt annað sem heitir íþróttastarf, æskulífstarf eða uppeldisstarf eitthvað slíkt. Og það er þarna sem menn verða bara að segja stopp og það er bara svo dapurt að svona góð starfsemi eins og hann á öllu jöfnu hefur verið sem gefur svo rosalega gott gildi fyrir börn og ungmenna að það sé eina sem íþróttahreyfingin hafi að bjóða upp á þegar það koma á þennan level, það er bara einhvers konar vinnuveitningastarfsemi með öllu sem því tilheyrir. Mér finnst þetta persónulega og við bara getum verið ósammála um það. Mér finnst persónulega allt í lagi að Íslandsmeistari inn í búningsklefa kveiki sér í vindli og það sé tekin myndaði. Sigur augnablik og það hafa rosalega fyrir þessu og mér finnst kannski mér langar ekki til þess að við séum að taka allt kryddið úr lífinu og henda því fyrir róða. En menning sem gengur út á það að við ætlum að gera líf barnanna okkar betra, við ætlum að freista þess að þau verði glaðari, hraustari og allt þetta. Menning í kringum íþróttastarfi sem orðin gegnum sósuð af áfengi. Þetta er bara eitthvað meiri háttar slys. Þetta er bara liður því að áfengisbransinn, hann er svo brjála slágengur. Hann vinnur dag og nótt að normalisera áfengisneyslu. Og þessna er til dæmis þetta að þeir hafa komist inn í íþróttahreyfinguna. Þá held ég bara öllu jöfnu sómakært fólk hefur bara látið plata sig. Það hefur tapað einhvers staðar gildunum eða markmiðinu. Það er einhver þráður sem hefur tapast að því að þarna koma menn færandi hendi með fullta peningu sem þeir eiga nóg af. Og þeir vilja gjarnan vera áfengisbransi vilja vera með íþróttahreyfingunni á mynd. Og svo eru menn með alls konar argumentasjónir í þessu það má allt í útlöndum. Sama tíma og menn eru að draga úr áfengisneyslu á íþróttaleikvöngum víða út allan heim. Er það Já, það er dæmum til dæmis á ef við tökum Evrópukeppni í knattspyrnu, þá er sterkast sem er selt, það er bara eitthvað léttur, eitthvað pilsnir og það er alls konar, það eru sum lið sem eru enga hlutafélög í íþróttaiðnaði. Þeim eru alveg sem allt og gera allt, það eru orðið fræg vandkvæði vegna fótboltabullna.
Og þá getur maður líka sagt sko, ok, allar íþróttahreyfingin fara að taka allt þetta fólk inn á leikvangun og gera leikvangun þessu vettvangum sem að íþróttapepparnir eru. Og þá spyrir maður líka á íþróttahreyfingin að vera eitthvað svona samkeppni við veitinga á þessu fólk. Og getur maður ekki líka bara þess að þeir sem sjá einhver tilgangu því að drekka brennivín og horfa á fótbolta eða handbolta eða körfubolta. Geta þeir þá ekki bara verið í ákveðnu stöð sem heita íþróttapöppar eða hvað þetta er kallað, eða pöppar sem sína leiki og verið þá bara með sínum líkum í staðin fyrir að vera með alla þessa stæla og þetta vesinn í stúkunum. En kannski er ekki við góð að búast hjá þjóð sem að sumum mun nú finnast ósmekklegt, það sem ég ætla að segja núna. En sko við erum með hóp þingmanna og þingmenn hafa átt mjög erfitt með að taka einhverjar alvöru ákvarðanir hvað varðar áfengismál hér í seinni tíð. Og Jódís Skúladóttir, þingmaður Vinstri grænna, hún kom hérna að rauðaborðinu til mín í fyrra og hún sagði að þetta væri ekki í lagi að þingmenn væru bara drykkjumenningin í kringu þingið. Hún væri ólíðandi, menn kemur fullir í ræðustól og fleira. Hún fékk nú bátt fyrir hjá sumum en fleiri töldu þó að það sem að hún hefði að segja skipti mjög miklu máli. Svo núna bara með nokkur dagar millibili eða hvort það var bara tveir dagar á milli þá hérna yngsti þingmaður Alþingis, hann fer í áfengismeðferð og biðst afsökunar á því að hann hafi skitið upp á bak í einhverjum bömmir hérna eftir að hafa drukkið á mikið og svo hefur verið mikil umræða formannsefni Sjálfstæðisflokksins sem munnaði 10 eða 15 atkvæðum er þið formaður Sjálfstæðisflokksins, stærsta og öflugasta og valdamesta flokks Íslands í hérna sögunar ás að enn er verið að deila það hvort hún hafi verið sauðdrukkin í ræðustóli fyrir nokkrum dögum eða ekki og hún ber sjálf hérna það tilbaka en hún er til dæmis í hópi þeirra þingmanna, hún Áslaug Arna sem að hafa endalaust tala fyrir auknu aðgengi að áfengi og það er eins og fólk hafi ekki séð neina ágalla við aukið aðgengi að áfengi á sama tíma af því þú varst að minnast á takmarkanir í Evrópulöndum á íþróttaviðburðum á sama tíma og sko löndin í kringum Ísland hafa núna verið að vakna til meðvitundar skaðsemi áfengis og hafa verið í rauninni sumpart að leita í smiðju Íslendinga hér á árum áður, ekki satt? Og fyrir þetta hafa verið með eitt besta árangur í forvörnum í Evrópu og það er liður í því er ekki að koma áfengin í öll rými þar sem unglingar eru þess að móti. Og þetta er auðvitað, ég talandum til dæmis hérna þingið, þá var þetta fylgst með þessar umræðum sölu áfengis og við höfum auðvitað líka haft sko talandi löggæsluna sem er ekki sérflokki, svo maður grípur nú ekki sterkara til orða. Það er ekkert gert í ólöglegri netsölu, það er ekkert gert í ýmsum málum. Nei, það er engin pólitískur vilji til að gera. Og það er heldur ekki sko að því að við fórum að kanna leyfisvettingar á íþróttavelli. Það er ekki vinnutækjaleyfi eins og í þeirri mynd sem er þetta, það er ekki vinnutækjaleyfi á íþróttavellum. Og þá bara velti maður fyrir sér hvort þetta fari algjörlega undir ratar hjá lögreglunni. Hún verðist að loka augunum fyrir þessu. Það er einhver leyfi til sem heita, það er til einhver tækifærisleyfi, það er til leyfi í sali, ákveðin salakinni, það sem eru ferðið með eitthvað veislur og samkvæm og annað slíkt sem er þá hluti af einhverju fjáröflunarstarfsemi sem er ekki þá í nafni félagsins og öðru leitin að leigja undir einhvers konar boð. Og það er allt innan hóflegra marka sko, en það þýðir það ekki að menn mega afgreiða sko 5-6 lítra beint upp í stúkur og allt þetta, þannig að það er dálítið skrítið að það þurfi gríðarlega þjóðfélagsumræðu til þess að lögreglan bara velti sér á aðra hvora hliðina og gera ekkert og þess vegna eins líka hef ég verið að velta fyrir til með þetta með ákveðna þingmenn, það eru bara ákveðna þingmenn sem virðast hafa þetta mál á heilunum að koma áfengi í búðir og ég gerði þannig einu sinni strákskap mínum að ég fór og það var einhver prókjör fyrir mörgum ára síðan kíkti inn á nokkar svona prókjörs þarna staði þar sem menn voru með skrifstofur og eitthvað svona og ég ætla ekki að nefna einu nöfn, en í einhverju tilfelli þá var allt fljótandi í áfengi á einu stað og þá kannaði það seinna mér þegar menn ger upp hérna hverju fjármálaprókjörinn, þá var ekki
tíeringu frá þekktu áfengisfyrirtæki sem hafði alveg greinilega sko verið mjög örlátt í þessu tilfelli. Þannig að það alls konar svona þræðir í þessu að mínum mati, þó að einhverjir og flestir séu með eitthvað svo hugssjónum allt megi og allt þetta, þá alveg klart mál að það einhver svona tengsl á milli í þessu öllu saman sem gerir það verkum að það ekkert farið inn í málin og þetta verður allt svona mjög sérstakt að mínum mati. Smá heimsendastemning í kringum þetta sko, það svona... Já, líka bara þegar þú tökum bara dæmi sko, ég borga mína skatta með mikill gleði og ég ekki hátekjumur og mér bara gott að borga skatta og mér bara fínt að skatta svo ýmislegt, þar með tala uppeldismál. Og þá ger ég bara ráð fyrir því að þeir sem að sinna því þeir hafi ábyrgðartilfinningu gagnvart viðfangsefninu. Þar með tala íþróttaröfingin. Og hún hefur að flestu liti gert það mörg ár og gert mjög marga fíla hluti. Það hefur oft verið átökum hitt og þetta, en nú það bara þannig að þeir eru komnir í félagskap með aðilum sem ekki koma nálægt, sem áfengisbransin. Þegar ég var í menntaskóla á 9. áratug síðustu aldar þá reyktu við allir vinnirnir Gauloise, franskar sígarettur. Þetta voru svo smávindlar af því að þær voru ódýrastar og við brugguðum okkar eigin bjór og drukkum sterkt áfengi vegna þess að við vorum ekkert vissir að það yrði morgundagur. Það var svona kjarnorku stríðsótti í gangi og það var svona auðvelt að geta að bara réttlætt það að þótt maður lifði eins og fíbl þá væri ekkert víst að það kemi morgundagur og þá taldi maður svona hagsínu væri betur borgið að fara þó bara glaður í vímu inn í eilíðina. En maður svona veltir í fyrir sig núna sko hvort þetta hnignun. Já. Og maður veltir í fyrir sér hvort þetta tengist að einhverju leiti eins og það sem ég kallaði aðan svona heimsenda ómenningu sko. Já, ég held að þetta sé ekki ég held að sé ekki þar, ég held að sé bara að vera komið svona kerfi, vera komið svona system sem byggir rosalega mikið á bara aurónum einum og sér. Þú veist, það rosalega mikið, það hefur orðið einhver rof í því til dæmis að maður tekur bara eins og forvarnir sem ég segir, það eru ferskvara og það verður svona rof milli kynslóða sem núna á ungt fólk hefur kannski, þetta verður ekki reynd eins mikið eins og okkar kynslóð kannski. Nei. Og það berst kannski ekki, það berst ekki alveg á milli, svo held ég þetta sé líka bara þessar opáslegu áherslur á það allt sett í Excel. Ég lendi í því ánægilega starfið að vera háskólakennari og þess að stunda rannsóknir í æskulýðsmálum og við lendum í mjög skemmtilegri umræðum daginn og þá vorum við að tala með sér gildi og umræðum það var einhver félagsmyndstur á Reykjavíksvæðinu þar sem voru 20 krakkar samankomnir og þau hlógu svo mikið í 1,5 klukkstund að þau voru öll með haspörur í magunum daginn eftir og það fór einhver að segja hvaða virði svona stund í Excel-skjölunum þá það hvað mælanlegt, ekki hvað mikilvægt og við stundum lendi þessu íþróttafræðingin alltaf að tala að það vanti peninga hér og peninga þar og eitthvað svona og þá það bara hvar fæst peningur, það verður mikilvægt það víkur þá fyrir því hvað sko, það mælanlegt að fá þetta peningana og þeir geta verið drifsafleikur en það ekki verið að horfa á þessa mikilvæga þætti að koma fólki til manns sem eru þessi sönnu verðmæti samfélagsins þannig að við erum dálítið þar sko. Mér finnst líka áhugavert á sama tíma og við hinn fullorðnu sem að eigum að setja leikreglur fyrir hennar yngri á sama tíma og við erum, ég vil bara segja á óheillabraut í þessum efnum, þá alltaf fleiri og fleiri sjálfstæð glæsileg ungmenni sem taka sjálf þær ákvarðanir. Nei, nú held ég ekki að vera að drekka, sko, þetta kostnaður og ég þarf nú bara að passa minn pening til þess að reyna að nurla sama fyrir íbúðarhúsnæði og klára námið mitt og svona og svo bara þessi klukku til sem að fara í þingu mér tíminn bara og verðmætur lífið og stutt til þess að ég nenni að hanga heilan sunnudag og varma mér. Það bara svo ofsalega mikið gott í unglingamenningunni. Bara við sjáum söngveikjum samfélgs, músíktilraunir, skrekk, alls konar hluti og það alveg rosalega mikið í gangi þarna sem flott og það þarf að gefa þessu sko rými, frið sem ekki gert sko og íþróttunum alveg hörku sko, yngri fólkastarf hjá mörgum félögum alveg frábært alltaf, það þarf að gefa þessu frið vera í þessu líði
En ég held að sé líka þannig sko, það eru þessi straumar þarna, það má ekki sitja hennar hömlur. Nei, nýfrjálshyggjan? Já, nýfrjálshyggjan sko, ég held að hún sé þetta sko kannski dýpri vandi þessu heldur en heimsendadæmi allt saman. Sko ég hef óttur að velta fyrir mig sko að ef maður væri alveg þarna sem nýfrjálshyggjumaður alveg fram fínkoma, þá myndi fyrsta mál sem ég myndi gera, það væri að afnema umferðarreglurnar. Vegna þess að ég treysti mér alltaf að keyra 120 og ég get ekki til að taka ábyrgð einhverju gæja sem kann það ekki og ég meina rauðu ljósin eru mjög hamlandi og hvaða máli skipti það aðra akkur það eru ekki á stefnuljós. Ég get ekki eitthvað frjálshyggju á allan pakkan. Samfélagið þarf einfaldlega að koma sér upp einhvers konar leikreglum og fara eftir þeim og ein merkilegasta leikregla allra samfélaga að það búi sér til reglur sem vendi börn og ungmenni. Þar eru fullt af alls konar aðlun, skólinn, félagsmiðstöðvar, íþróttahreyfingin, foreldrasamfélagið og alls konar hlutir, félagasamtök, æskulýðssamtök og þá þarf allir að axla sín ábyrgð í þessu dæmi. Skátarnir myndu aldrei nokkuð tíma að setja áfengissjölsyngun í skátaheimili á sér. Nei. En svo íþróttahreyfingin allt í einu komin í eitthvað svona stillingu þar sem að þeir eru rembast við það að fara með þá möntur þetta sé allt í lagi og reyna að aðskilja fullorðsíþróttir frá barnaíþróttum á sama tíma börnin sem eru í viðkomandi félögum eru hvað til að sækja viðburði sem þá fyrir utan barnaviðburði, ég veit ekki hvernig það á að vera. Þannig að það eru þessi málefni sem eru svo mikilvægt, þess vegna verður íþróttahreyfingin bara gjörsamlega sko annarkvæmt að segja það við ætlum bara að taka út úr þessu og þá bara hættum við að setja pening inn í hana eða það þeir gerir þetta eins og fólk. Sko kynslóðin sem var á undan okkar kynslóð hún var þannig að ef áföll steðjuðu að þá voru þau ekki rædd, þau voru bæld niður og mín kynslóð tekur góðan hluta af þessu í arf. Dæmi að drengur lést af slysförum á sveitabæ og litla systir hans, hún fekk aldrei að vita því hann væri dáinn og allt í einu bara gufaði hann upp að heimilinu og foreldrarnir töldu að það væri bara best fyrir hana að það væri ekkert verið að ræða það, hún hefði þarna átt bróður sem nú væri horfinn. Á öllum tímum höfum við reynt að vernda hvert annað en með misgóðum aðferðum. Og ein leið sem að fyrri kynslóðar höfðu var að taka út öll áföllin í stjórnleysinu sem fylgdi áfengisneyslu. Og við höfum orðið vitni að alveg óbóðslega mörgum harmleikjum, það er ekki bara mannslíf hafi tapast með beinum hætti vegna áfengisneyslu heldur hafa náttúrulega upplausnir heimila verið mjög miklar skilnaðir, harmur og andlegt tjón á öllum sviðum. Mér finnst, svo höfum við svona náð aðeins betri stjórn, það eru aðeins færri Íslendingar sem að drekka sig til andskotans næstu helgi heldur en gerðu fyrir 30-40 árum, ég held að það sé nokkuð ljóst. En sko mér er svo áhugavert að við sem þekkjum auðvitað gleði áfengisins sem getur verið, en við þekkjum sko öðrum kynslóðum betur böl áfengisins, að við séum í rauninni að gagnstætt ungu fólki sem sjálfstætt tekur hreinar lýðheilsu ákvarðanir. Að við séum núna í rauninni að setja stein í götu framtíðarinnar eftir allt það sem við höfum orðið vitna. Já, það er nefnilega þetta sem þetta er dálítið, þess vegna er svo mikilvægt sko að allir sem eru að koma upp til barna og það er galdurinn bak við íslenska módelið. Það var að virkja fólk, ungt fólk til einhverja skemmtilegra góðra verkefna, búa til aðstæður sem að voru þess eðlis að fólk leitaði ekki í vímuefni, þó að áfengi sé ákveðin hluta af kúltúrnum sem slíkum. Þá er það þannig að það tókst að fresta því hvað fólk byrjaði snemma að drekka áfengi og annað slíkt. Okkur hefur tekist ýmislegt í þessu og það er auðvitað mjög mikilvægt og það er svona einn liður í samfélagsbyggingunni hvernig ætlum við að hafa þessi mál og það er eins og segir sko, það er oft þegar maður að tala um þetta þá er alltaf eins og maður ætla að útrýma öllu sem heiti áfengi og það bara ekki vera til neitt slíkt og eitthvað sliðis. Áherslan sem við erum að leggja mikið á til dæmis í bæði mínu starf og í kringu foreldrasamtökjana slíkt það er fyrst og fremst vernd barna og ungmenna. Það er ekki eðlilegt eins og var þegar ég var unglingur, það var auðvitað aldrei eðlilegt en mín kynslóð þá voru fólk byrja að reykja og drekka 13-14 ára gamalt. Og kynferðislegt stjórnleysi algjört. Alls konar. Ég var nú svo heppinn ég vann í félagsmiðstöðinni Fellalli í eldgamla daga þegar ég var kornungur maður
Og þar voru ýmsir hlutir sem voru tengdir áfengisneyslu sem voru þessi eðlis að fara mjög mikla vinnu í að vinna í þeim efnum. Svo kemur bara þessi hreyfing upp úr 80-90 þar sem að samfélagi allt saman, skólarnir, íþróttafélögin, félagsmiðstöðvarnar, foreldarnir, taka sér saman að breyta þessu. Glæsilegt skeið. Og það bara þannig að við erum auðvitað fyrirmynd og íslenska módel er útflutningsvara í bókstaflegum skilningi og hún verður það náttúrulega ekki ef við erum alltaf að fá einhverja boðflennurinn í partíið eins og að íþróttarheimiki sé byrja að binda trússist við áfengisframleiðendur sem vinna því dag og nóttu að normalisera neyslu áfengis. Þetta er bakslag. Þetta er algjört bakslag og þó að við séum með góðan árangur núna, það er nefnilega þannig að effektar af alls konar hlutum, sko, það skeður ekki á degi 2 ef menn byrja að selja brennivín í öllum hugsanlegum skotum íþróttahúsa, að þá verður ekki árangurinn eða sem sagt vandinn kemur ekki fram á degi 2. Þetta kemur hægt og síðan, alveg nákvæmlega sem menn hafa verið að tala um þessa normaliseringu mennska boltan, þegar menn auglistu fá þeir eitt með boltunum. Nokkrum ára seinna þá aukstu þetta aðgengi eða óskir ungra kallmanna á koma sér á Vog vegna þess að þegar menn eru búin að horfa 4-5 leik í viku og drekka 5-6 bjóra á hverju leik, þá verða menn náttúrulega bara komnir í vandamálum áfengi fyrir að seinna. Það tekur allt tíma. Og áfengi er engin venjuleg neysluvara. Það er svona dugar ekki að tala um það eins og hverja aðra hefðbundna neysluvaru. Nei, og það er líka þetta sko að þetta er talandi með svo forvarnir sko, þetta er ofsalega mikil vinna sem tekur langan tíma og árangurinn sem skila sér fyrir betur síðir, en þetta er allt saman eitthvað sem tekur tíma og þá er þetta spurning oft bara hugafari. Ég held að sé þessi kynslóð sem er núna, hún er þetta frábær, bæði foreldrakynslóðin og unglingakynslóðin, en ég held að sé bara þannig að það er ekki alveg sami kannski vand og við vorum að horfa á og þess vegna finnst fólki kannski ekki eins rík áhersla til þess að leggja fara inn í þessi mál sem eru núna gagnvart ungmennum af því að þetta raun og veru hefur ekki verið neitt sérstakt vandamál hingað til. Okkar kynslóð sé nákvæmlega hvað er í gangi. Þess vegna held ég þetta sé dálítið svona, þetta er ekki annað að það fólk er kannski ekki alveg á varðbergi, það kannski. Við getum hæglega verið að búa aftur til þá veröld sem við erum síst stolt af í fortíðinni. Ég held bara til að segja það að þetta verði allir farin nú að láta áfengisbransan fjármagna hitt og þetta æskulýðsstarfið, þá verður það auðvitað ákveðin effekt af því og það er alveg vitað og þegar menn eru bara, við sjáum bara alls konar hluti í unglingumhverfinu, til dæmis nikótínpúðan og allt þetta því fyrr sem að fólk ánýtast nikótínpúðum þeim meiri business og því fyrr sem fólk byrjar að drekka og byrjar að drekka rétt við tjóðan þá voru því meiri ágóði. Áfengis- og tóbaksbransin er bara meitt markmið, það er græða penning og það er ekki takmarkið með uppbyldstarfi í landinu að hleypa fólki inn í þessa kíma. Árni Guðmundsson, forvarnarfulltrúi, kærar þakkir fyrir spjallið. Takk að þessum leiðis. Og við höldum áfram hér umræðu við rauða borðið, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is